Jón Ásgeir Jóhannesson beitti sér að miklu afli gagnvart Lárisi Welding, fyrrverandi forstjóra Glitnis, til að Baugur fengi víkjandi lán upp á 15 milljarða króna frá bankanum í desember 2007. Sjálfur sendi hann Lárisi drög að lánasamningnum í tölvupósti 12 dögum áður en stjórn bankans samþykkti lánveitinguna til Baugs. Þetta kemur fram í stefnu slitastjórnar Glitnis sem stefnir fyrrum stjórn bankans, forstjóranum og Jóni Ásgeiri til að greiða skaðabætur upp á 6,5 milljarð króna vegna taps bankans vegna lánveitingarinnar. Samkvæmt stefnu slitastjórnarinnar virðist Jón Ásgeir hafa nýtt Glitni sem sinn einkabanka og bankastjórinn verið strengjabrúða hans. Jón Ásgeir vísar þessu hins vegar öllu á bug og við heyrum meira af þessu máli hér eftir andartak. En fyrst það stefna slitastjórnar Glitnis gegn stjórnendum og helstu eigendum bankans. Jóhannes K. Kristjánsson tekur nú við. Það var árið 2006 sem Jón Ásgeir Jóhannesson hóf markvisst að tryggja sér yfirráði við Glitni sem tókst því fyrirtæki tengt honum eignuðust tæp 40% í bankanum. Í lok apríl 2007 var stjórn bankans skipt út og Lárus Welding ráðinn forstjóri. Samkvæmt stefnu slitastjórnarinnar tvöfölduðust útlán bankans til Baugs og tengdra aðila fyrstu 6 mánuðina sem Lárus starfaði sem forstjóri bankans. Stefnan gefur innsýn í völd Jóns Ásgeirs í bankanum því hann sendi Lárusi Welding tölvupóst þann 7. desember 2007 og fylgdu drög að lánasamningnum með póstinum sem bar yfirskriftina í framhaldi af samtali. Á stjórnarfundi í Glitni þann 18. desember 2007 kynnti Lárus Welding afkomu bankans í nóvembermánuði og var hagnaðurinn einn sá minnsti í sögu hans. Kendi hann lækkun á hlutabréfamörkuðum og vaxandi lausafjárskorti slæma stöðu bankans. Lárus lagði til að lækka kostnað bankans allt að milljarð króna á mánuði. Á þessum sama fundi kynnti Lárus lánabeðni frá Baugi upp á 15 milljarða króna víkjandi lán til allt að 5 ára. Lárus hafði þá þegar sent öllum starfsmönnum bankans sem höfðu með útlán að gera tilkynningu að dregið skyldu úr útlánum eins og kostur væri, eins og segir í stefnunni. 6 dögum fyrir stjórnarfundin ræddi áhættunefnd Glitnis stöðu ýmissa lántækanda í bankanum sem tengdir voru Baugi, svo sem Haga, Landig Property og 101 Capital sem var í eigu eiginkonu Jóns Ásgeirs. Öll þessi félög voru í vanskilu við bankan á þessum tíma samkvæmt stefnunni og þau átti bankin að taka með í reikningin í áhættumati á 15 milljarða lánveitingunni. Útlánareglur bankans eru ítarlega reifaðir í stefnunni. Samkvæmt þeim á að flokka lántakendur í flokka frá 1 og upp í 10. Lánveiting til Baugs var flokkuð í áhættuflokki 6, þar sem lántakendur voru taldir vera tiltölulega sterkir lögaðilar með ásættanlega fjárhagsstöðu og markaðsstöðu og litlar líkur á vanefndum. 15 milljarða láni til Baugs var samþykkt af stjórn Glitnis 18. desember. Þó lá fyrir að bankinn hafði ekki heimild til að veita víkjandi lán, hvað þá til skuldara í áhættuflokki 6. Langtíma lán var að ræða sem einungis mátti veita skuldurum í áhættuflokki frá 1 til 5 samkvæmt útlánareglum bankans. Eftir að stjórn bankans hafði samþykkt lánveitinguna til Baugs var ákveðið að koma láninu fram hjá lánabók bankans. Ákveðið var að bankinn myndi kaupa víkjandi skuldabréf sem voru útgefin af Baugi og lögðin á fjárfestingabók bankans. Stjórn bankans virðist hafa litið framhjá þeirri staðreynd að Baugur og FL Group voru tengdir aðilar og báðum félögum stjórnaði Jón Ásgeir. Baugur var fjölskyldufyrirtækið hans og stærsti hluthafi í FL Group þar sem Jón Ásgeir var stjórnarmaður. Í stefnu slitastjórnar Glitnis lánastæða Baugs og FL Group og tengdra aðila hjá Glitni rakin eins og hún var í lok árs 2007, en þá skulduðu Baugur, FL Group og tengd fyrirtæki bankanum tæplega 150 milljarða króna. Samkvæmt ársreikningi Glitnis var eiginfjárgrunur bankans rúmir 225 milljarða króna á þessum tíma. Útlán bankans til þessara félaga námu því 2/3 hlutum af eiginfjárgrunni bankans sem var langt umfram lögbundnar heimildir sem voru 25%. Bankin hefði auk þess átt að taka með í reikningin aðra áhættu vegna tengdra aðila en þá nam heildar áhætta bankans vegna útlána til þessara félaga og tengdra aðila tæpum 186 milljörðum króna eða 82% af eiginfjárgrunni bankans. Lárus vissi af slæmri stöðu FL Group því þann 23. nóvember 2007 sendi Jón Ásgeir honum tölvupóst með yfirskriftinni Okkar á milli plan.
Það sem segir að það við heldur betur gengið á þessa 22 daga í nóvember. FL skipið verulega laskað eftir þetta allt saman, skrifaði Jón Ásgeir orðrétt til Lárusar. Í bréfinu lagði hann einnig fram fléttuna sem fjölmiðlar fjölluðu í byrjun desember að auka eigið fé FL Group 70 milljarða króna. Annars vegar með 57 milljarða framlagi frá Baugi og hins vegar 13 milljörðum frá Fons og öðrum hluthöfum. Helstu hluthafar myndi þó undirrita standstill með bréfi í félaginu næstu 12 mánuði, skrifaði Jón Ásgeir til Lárusar. Stuttu síðar varð Baugur stærsti hluthafi FL Group. Í stefninu gefið í skyn að Lárus hafi verið strengjabrúða Jóns Ásgeirs og að hann hafi verið notaður til að tryggja fjármögnun Baugs og tengdra félaga. Þá einnig greint frá því að Lárus hafi gefið upp rangar tölur af heildaráhættu Baugs og tengdra félaga gagnvart bankanum til að greiða fyrir lánveitingunni. Jón Ásgeir virðist hafa notað klæki til að koma lánunni í gegnum stjórn bankans, en þar hafði hann trygga menn í stjórn, sem flestir voru tengdir Baugi og FL Group. Það var þó Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis ekki, en hún sat í stjórn Glitnis á þessum tíma. Katrín átti helming í félaginu hnotskurn og námu skuldir félagsins vegna hlutabréfakaupa í bankanum rúmum 1,6 milljörðum króna. 2 dögum fyrir stjórnarfundin þar sem lánveiting Glitnis til Baugs var samþykkt, sendi Jón Ásgeir Lárusi Velding tölvupóst þar sem hann staðfestir að við munum lána Kötu í Lýsi tryggingar til að koma sínum málum í lag hjá bankanum, allt að 400 milljónum, eins og segir í tölvupóstinum. Það skal ítrekkað að þetta bréf sent aðeins 2 dögum fyrir stjórnarfundin mikilvæga, þar sem 15 milljarða víkjandi lán samþykkt til Baugs, fjölskyldu fyrirtækis Jóns Ásgeirs. Lánveiting Glitnis til Baugs var þannig úr garði gerð að Baugur átti strax að fá útgreidda 5 milljarða króna án veða. 10 milljarðar voru lagðir inn á reikning Baugs sem skildi handveðsettur bankanum. Alls fekk Baugur rúmum 1,5 milljarði meira útgreitt af bankanum en samþykkt var af stjórninni, eða samtals rúmlega 6,5 milljarða króna sem runnu inn á bankareikninga Baugs. Skaðabótakrafa slitastjórnar Glitnis byggir á þessari upphæð sem tap bankans vegna lánveitingarna til Baugs. Það sem lánið var víkjandi skildi það víkja fyrir öllum öðrum kröfum og hendur Baugi, yrði fyrirtækið gjaldþrota. Líkum leitt að því að óskað hafi verið eftir víkjandi láni til að fegra efnahagsreikning Baugs. Slitastjórnin telur að hinn stemdu, það fyrrum stjórn og forstjóri Glitnis, hafi meðal annars gerst sek saknæma og ólögmæta háttsemi í störfum sínu fyrir bankan og valdið bankanum fjártjóni og að þau eigi að bæta bankanum það tjón sem hann varð fyrir vegna hinnar meintu ólögmætu lánveitingar. Jón Ásgeir hefði mátt vita í desember 2007 að Baugur gæti aldrei greitt lánið við bankan og að lánveitingin væri því í raun eins konar örlætisgerningur í þágu stemda, Jóns Ásgeirs og félaga hans, eins og segir í stefnunni. Færð eru rök fyrir því í stefnunni að engum hafi dulist að Jón Ásgeir væri eigandi bankans í krafti þess valds sem fólst í ráðandi hlutafjáreign í bankanum. Hafi stemdi því misbeitt því valdi sem fylgdi ráðandi hlutafjáreign í almenningshlutafélagi á skipulegum verðbréfamarkaði í eigin þágu. Jón Ásgeir hafi skipulagt lánveitinguna og tekið raunverulega ákvörðunum hana, þó stjórn bankans hafi gert það formlega að tillögu Lárusar en að undirlagi Jóns Ásgeirs. Jón Ásgeir talinn hafa notað bankan á persónulegan hátt til fjárhagslegs ávinnings því með lánveitingunni var Baugi gert kleift að greiða ýmsar almennar kröfur á félagið og losna undan tryggingum við bankan og ná fé út úr Baugi, eins og segir í stefnunni. Þeim sem verður stemt Haukur Jóns Ásgeirs og Lárusi Velding öll stjórn bankans þegar lánið var veitt. Það eru Haukur Guðjónsson, Skarphéðinn Berg Steinarsson, fyrrverandi stjórnarformaður FL Group, Björn Ingi Sveinsson, fyrrum framkvæmdastjóri Sachs Big Invest, Jón Sigursson, fyrrum forstjóri FL Group, Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis, Pétur Guðmundarsson, hæstaréttarlögmaður og Þorsteinn M. Jónsson, kenndur við kók. Jón Ásgeir Jóhannesson vísar því á bug að hann hafi haft óeðlilega afskipti af lánveitingum Glitnis til Baugs. Hann segir slitastjórn Glitnis líta fram hjá atriðum sem sýni að bankinn hafi verið sjálfstæður í afgreiðslu sinni á lánabeiðnum Baugs. Jón Ásgeir vildi ekki veita Kastljósi viðtal í dag en hann svaraði fyrirspurn okkar í tölvupósti. Í svari Jóns Ásgeirs Jóhannessonar til Kastljós stefnu slitastjórnar Glitnis mótmælt harðlega. Hann segir 15 milljarða króna lánveitingu bankans til Baugs eðlilega
þótt forstjóri Glitnis hafi stuttu áður gefið undirmönnum sínum fyrirmæli að draga úr lánveitingum vegna versnandi stöðu. Jón Ásgeir segir að á þessum tíma, í árslok 2007, hafi enginn getað gert sér grein fyrir því sem framundan var og að á árinu 2008 hafi dregið úr lánveitingum Glitnis til Baugs. Baugur hafi verið vel stætt fyrirtæki á þessum tíma. Ársreikningar fyrirtækisins sem undirritaðir voru á KPMG staðfesti það. Hann segir það eðlileg vinnubrögð að hann, sem stór hluthafi í bankanum, sendi drög af lánasamningum á Lárus Velding. Lánið hafi verið sambærilegt öðru sem Kaupþing veitti Baugi áður, auk þess sem endanlegur lánsamningur hafi verið ólíkur drögunum sem hann sendi Lárusi. Jón Ásgeir segir auk þess að það sé ekki rétt hjá slitastjórninni að bankinn hafi ekki haft heimild, samkvæmt reglum bankans, að veita Baugi víkjandi lán. Tryggingar hafi verið innlán í bankanum, auk þess sem stjórnin hafi tekið ákvörðun lánið og hún hafi einnig ákveðið hvernig lánþegar voru flokkaðir. Þá segir Jón Ásgeir, hefði ég ráðið þessu, þá hefði máli líklega aldrei farið fyrir stjórn. Kastljós spurði Jón Ásgeir hvort honum þetta eðlilegt sem stórum eiganda bankans, sem ber ábyrga hvert öðrum hluthöfum, að bankinn láni Baugi þessa upphæð þegar fyrir lá að Baugur, FL Group og tengdir aðilar skulduðu 150 milljarða hjá Glitni, sem var 65% af eiginfjárgrunni bankans. Jón segir, hafa skal í huga að þú ert að tengja saman félög sem við áttum stundum innan við 10% hlut í. Fjármálaeftirlitið fór yfir þessi mál mánaðarlega og gerði ekki athugasemdir. 150 milljarðar að auki röng tala. Sem fyrir segir kemur fram í stefnu slitastjórnar að á þeim tíma sem lánið var veitt hafi útlán Glitnis til Baugs og tengdra aðila verið 65% af eiginfjárgrunni bankans, en það hafi verið langt umfram lögbundnar heimildir sem voru 20%. Spurður hvort eðlilegt hafi verið að veita Baugi víkjandi lán þegar svo stóð á, svarar Jón, lán til Baugs voru 23% af eiginfjár bankans. Jón Ásgeir neitar því að hann hafi umgengist Glitni eins og hans prívat banka hafi verið að ræða og notar þau rök að Baugur hafi fengið minna lána hjá Glitni en Landsbankanum og Kaupþingi. Jón Ásgeir neitar því að hann hafi haft óeðlileg afskipti af ákvörðunum Lárusar Velding. Fyrir liggi að Glitnir hafi neitað mörgum beiðnum Baugs en slitastjórnin hirði ekki að nefna það. Eins og framkom í umfjöllun okkar áðan, sendi Jón Ásgeir Lárusi Velding póst þar sem hann segir Lárusi að Katrínu Pétursdóttur, forstjóra Lýsis, skuli lánað 400 milljónir til að koma sínum málum í lag hjá bankanum, eins og það orðað. Þetta var gert stuttu fyrir stjórnarfundin þar sem ákveðið var að lána Baugi, en Katrín satt þá í stjórn Glitnis og tók því þátt í ákvörðunum þá lánveitingu. Þegar Jón spurður hvort þetta lán til Katrínar sé ekki hreinlega veitt til að hafa áhrif á afstöðu hennar þegar stjórn Glitnis tók fyrir láni til Baugs, svarar Jón Ásgeir. Ég hafði ekki áhrif á hennar stjórnarstörf. Ég reyndi hins vegar að vera hjálplegur að leysa vandamál. Þeir sem þekkja Kötu í Lýsi vita að henn ekki sagt fyrir verkum. Kastljós reyndi í dag að fá viðbrögð Katrínar Pétursdóttur við þessu, en í hana náðist ekki. Þá náðist ekki í Lárus Velding. Og það rétt að taka fram að lögbundið hámark vegna lánveitinga til tengdra aðila 25% af eiginfjárgrunni bankans en ekki 20%, eins og missagt var í innslæðinu hér á undan og leiðréttist það hér með.